Það er rammviltur það. Beint komin út á hótelinu og reyna að finna með eitthvað leið til að labba niður á bænum. Það er eitthvað framkvæmdir þetta og ég labbaði inn í einhverja skráningarskrifstofu eða ég veit ekki hvað þetta var. Komst ekki út hinn meginn. Klukkan er 20 mínútur í 6. Ég stendur að bíða til leigubílnum, leiðin upp á Völl í fyrra skipti í þessari viku. Ég fer svo aftur seinna í vikunni. Þegar ég stendur svona að vera að bíða á mótnana, þá er ég alltaf sannfærður það að ég sé að gleyma einhverju gríðarlega mikilvægu. Ég hef ekki pakkað einhverju sem er nauðsynlegt að hafa með. Það hefur ekki gerst hingað til. Svo er líka með svona hleðslu, ferðarhleðslu áráttu. Ég þarf alltaf að vera með allt í hleðslu frá síðustu stundu. Síminn minn þarf að vera í hleðslu, hann er í hleðslu núna. Það er 10 mínútur á leigubíllinn kemur. Hann er komin í 100%. Ég vil bara ekki að hann sé mögulega í 99,999 því ég labba út dyrnar. Myndavélinn, allt svona hleðslubankar, einhverjar. Það þarf alltaf að vera fullaðið því ég fer. Hvað gerir svo fyrsta kvöldi þegar ég fer að sofa á hótelinu? Það er meira en 50% batteri á öllu. Þetta er mín ferðaárátta. Kaffið búið, best að koma sér út úr fötinu og bara bíða til leigubílnum. Komin á hótelið, en klukkan er auðvitað ekki nema sko rúmlega 12. Þannig að það er ekki búið að opna fyrir check-in. Engin herbyggi tilbúin, eðla, svo við máttum búast. Það er sól og gott veður úti, þannig að það er sannlega bara ekkert vitlausara heldur en bara að skella sér af stað, fara í smá labbitúr. Ég hef aldrei komið til Stockholms áður, þannig ég ætla að nota tækifæri. Ég ætla að labba niður í gamla bæinn, taka einhvern hring þar. Kannski fæ maður sér hádegismat einhvers staðar og svo langar maður að tölta og skoða Soknaskipið á Vasasafninu. Það er rammviltur það. Beint komin út á hótelinu og reyna að finna með eitthvað leið til að labba niður á bænum. Það er eitthvað framkvæmdir þetta og ég labbaði inn í einhverja skráningarskrifstofu eða ég veit ekki hvað þetta var. Komst ekki út hinn meginn. Þetta byrjar ekki vel. En ég held eiginlega ekki að reka þessa mynda af allt fólki, þetta fær hann aðeins. Þannig að það er bara eftir að róta einhvern með þessu. Ég held ég verði eiginlega að byrja á því að fá mér eitthvað að borða. Kíkti í lobbyið á hótelinu og það var eitthvað svona sveitasamlokur bara og eitthvað svoleiðis. Það er ekki alveg þar sko. Langar samt bara í samloku en hérna ekki svona sveita. Ég held ég verði að byrja á því, fá mér eitthvað að borða. Annars er bara rosalega fínt veður. Miklu hlýrra heldur en það er ekki hlýtt, það er alveg 6 stiga frost eða eitthvað en það er einhvern veginn svona ekki eins kalt eins og ég hefði gert ráð fyrir. Kannski að því að vindkælingin nær mér ekki hérna, því ég er í skjóli, það gæti verið tilfelli. Ég er að byrja átt að maður á Google Maps að ég ætti að fara í gegnum brautarstöðina. Ég er búinn að þvælast hérna. Þetta byrjar ekki vel. Fyrst lendi ég hérna inn í eins og skrifstofu þarna og núna er grænt ljós. Núna er ég að þvælast eitthvað hérna upp og niður, undir og yfir eitthvað brýr og fram hjá brautarstöðinni hinum meginn og eitthvað til að komast það niður. Þetta er, já endanum að ég ætti að labba sko í 40 mínútur til að komast einhverja 20 mínútur leið. En hvað er eiginlega að gera hérna í Stockholmi? Já, ég er bara út á mánudegi, ég fer aftur heim á miðvikudegi. Rétt aðeins að koma hérna eitt fund á morgun og þriðjudegi, vinnutengt bara. Nótt að tækifærið aðeins og sjá staðinn í leiðinni. Það er Google Maps að það, ekki hvað hér. Ég er rétt slóðum, ég er komin í kantinn á gamla bænum. Staðan hlýtur að vera staðurinn. Gamli bærinn, gamla staðan. Já. Ég ætla að giska á það. Sjáðu hvað ég gerði mikla bakgrunnsheimildavinnu. Það er bara svona skjóta, kannski ég segi bara frá svona því sem ég sé í Stockholmi svona eins og ég giska á. Svona eftir því sem ég giska á það sé. Já. Sjáum hvað setur. Það er ekkert um að gamla kirkjur. En hérna virðist þetta vera einhver
Það ekki mögulega. Herðu, jú, herðu, það get ég óbyggilega fengið hádegismat. Tjekkum á þessu, sjáum 2 hádegismat. Það var fínt á þessu að borða. Ég fekk hérna reyktan lax með kartöflum í einhverju smjörsósu. Og gæti túr, kannski bara svindli mér í hann. Nei, wow. Þetta bara snjór og hálka. Allavega, ég í gamla bænum og hérna, held ég. Það ekkert mikið af fólki á vappi hérna svona endilega þessum tíma. En hérna, það allavega ég og þessi, sko. Við erum alltaf þetta saman. Allavega, þetta var gott að borða. Furðulegur réttur, eins og sé, reyktur lax með einhverju svona kartöflum með smjörsósu og eitthvað. Bara en rosalega gott. Jæja, þá var loksins komið með aðgang að herberginu, komið svo snemma, það var ekki komið check-in hennar þetta. 225. What? Það ekki einu svona gluggi á þessu, þetta svona kitra. Þetta allt og sumt. Það allavega baðherbergi, maður getur þakkað fyrir það. Ok. Ja, gerum gott úr þessu. Allt og bjart þetta maður. Jæja, ég er komin út á Djurgarden, hvað þetta heitir, Djurhafinn. Allavega eigin af þessu söfnin eru. Ég ætla að kíkja á vasasafnið. En fyrst þá ætla ég að fara hérna aðeins út af vatninu, út af sjónum. Og sjá hvort við fáum ekki tækifæri til þess að skoða okkur aðeins hérna úr lofti. Sýnist þér ágætis staðir hérna aðeins lengra. Komum á flugvöll, eins og heyra má, á leiðinni heim eftir 2 nætur í Stokkólmi. Hér bara slapp og ógeð og þannig ég að vona að veðrið heima sé eitthvað aðeins betra. En hérna, ég var að kíkja þess á myndböndin sem ég búinn að taka, myndböndin sem ég búinn að taka í gærkvöldi. Svo ég var að kíkja á það í gærkvöldi, myndböndin sem ég tók aftur á móti í gær og fyrradag. Og ég svona komst til að því að ég veit ekkert hvað ég að gera þegar ég svona einhverju ferðalagi. Þegar ég ekki búinn að plana fyrirfram hvað ég ætla mér að segja. Þá á ég mjög erfitt með að búa til eitthvað heildstætt úr þessu. Þetta bara, maður lærir frá þessu. Þannig ég ætlaði bara að bæta því við núna að ég fór á vasasafnið eins og ég er búinn að segja svona 20 sinnum og mér fannst það hrikalega impressíft og ég virkilega mæli með því og það er svona það sem að virkilega stendur upp úr því sem ég skoðaði í borginni. Það er eiginlega safnið. Mér fannst það alveg hrikalega flott. Nei, ég virkilega mæli með því við alla sem að kíkja í heimsókn til Stokkhólms og ég læri bara þessu, ég kannski reyni aðeins að hugsa betur hvað ég er að segja og svona klára allavega viðfangsefnið í þessum vídeóum þegar ég er á ferðalagi. Ég er ekki búinn að plana þetta. Ég fæ þetta að tækifæri að prófa það því ég er að fara aftur út ekki mörg undir hinn. Þannig að ég gerir ráð fyrir að það verði bara næsta vídeó. Þangað til þá. Sjáumst. Sjáðu þið hérna. Flugmaðurinn í þessari flugvél hérna, sjáðu hann fyrir aftan mig. Hann er að fara af stað. Sjáðu hann. Sjáðu flugvélina. Sjáðu alltaf ekki flugmaðurinn. Flugmaðurinn, hann vil endilega þið likeið og subscribeið. Sönn saga.
Bye.